Við fljúum hátt, lendingin hörð, bleik ský bragðast betur en sviðin jörð. Fiðringur í maga, en enginn getur talað. Húsið brennur hratt og öllum virðist drullu sama. Ég ligg á grasi úti, vafinn flöskustútinn, tilbúinn að liggja ævi langt í svona góðu grúi. Heilin starfa valla, held ég þurfan valla. Þekki engan hér, skemmtilegra hvort eður. Þarf engan bíla eða jeppa, ég ríðandum á dreka. Fokkin fýrandi það sem að heldur lífi í öllum hérna. Allir eru úlfar eftir miðnætti, krúsandum á veiðum eftir götum allan miðbæinn. Treysti eigin sál, eigin líkama og innsæi. Miðbærinn sexy og svo útblásinn af innblæstri. Svo fylltu þetta glas, fröken ásamt ekki krónu. Einhver lánar helga fyrir öllum þessum bjórum. Þegar dimma tekur ykkur, ekkert ágra mig. Bjór og sígarettur, ekkert ágra mig. Blóðslettur, ekkert ágra mig. Ekkert ágra mig, ekkert ágra mig. Þegar dimma tekur ykkur, ekkert ágra mig. Bjór og sígarettur, ekkert ágra mig. Blóðslettur, ekkert ágra mig. Ekkert ágra mig, ekkert ágra mig. Komið þið sæl, gefið mig 5, djöfulli djammi mikil snill. Niður í bæ, mánin skær, mínútur eins og augnablik. Eitur í æð, það mitt hlær, þannig ég ekki lengur til. Vil ekki setja sér bönd á mig, sefa vel í þunna lögmálir. Ég í betri fötunum en þegar ég klæddur eftir veðri. Það kyngir niður snjó svo ég fæ mér sæti við eldir. Líður vel, skil ekkert, vanþekking sæla. Ég hinnum megin það sem magra siði græta. Gef mér skot, svo fokking skot, vinnur. Stáðu mig í rót, vinnur. Ég upp á borðinu, legg drauga sjálf smorðinu. Ég ekki dauðarhræddur, kryddag upp á lífið mitt og gríp í næstu pí og dansa vangadans á línunni. Og byrð ekki margt, vil ekki neitt, breysandi galt, skil ekki neitt. Keypti mig glas, tappaði það, pantaði það nað, man ekki neitt. Hey, sólin rísin, ég vil ekki sofna, því tilveran leikvöllurinn okkar, motherfucker. Þegar dimma tekur ykkur, ekkert ágra mig. Bjór og sígarettur, ekkert ágra mig. Blóðslettur, ekkert ágra mig. Ekkert ágra mig, ekkert ágra mig. Þegar dimma tekur ykkur, ekkert ágra mig. Bjór og sígarettur, ekkert ágra mig. Blóðslettur, ekkert ágra mig. Ekkert ágra mig, ekkert ágra mig. Reyna að opna á þér andliti, þú ekki hengilás. Lykla Pétur litli kall, þó hann hafi fengið smá. Betur konungur öflugur, hann gerði góðan díl. Við siglum inn í sumari sem breytist fljótt í jólafrí. Ég ekki heilagur, ég verið slippinn. Ég spangul undir fullu tunglinn, vanalega chillinn. Ég hef gert ýmislegt en mér finnst vera vítisjátt að miðbærinn Coca-Cola representin lífið. Byrja fokkin lífið hér, eða fólk að enda það. Pakka niður sjálfstrausti og þegar þotan fer á stað. Hausinn tómur lítill líðið, súrt ég veit en svona það. Tegðu þig í vest og grímu, við að brotlenda. Ég og mínir lifum hratt en gerum það samt rólega. Hjartadrottning hausinn af því hann var það sem hóf þetta. Hundurinn hann gólar en ég set hann samt í jólina. Því snjókallinn hann bránar alltaf þegar hann fer í sólina. Þegar dimma tekur ykkur, ekkert ágra mig. Bjór og sígarettur, ekkert ágra mig. Blóðslettur, ekkert ágra mig. Ekkert ágra mig, ekkert ágra mig. Þegar dimma tekur ykkur, ekkert ágra mig. Bjór og sígarettur, ekkert ágra mig. Blóðslettur, ekkert ágra mig. Ekkert ágra mig, ekkert ágra mig. Ég frekar normal en ég fíla þetta kinky. En róum okkur aðeins, ekkert stress, ekkert í flýti. Mun ekki fara sama hvað, þú ferð aldrei á sama stað. Ég frekar normal en ég fíla þetta kinky. En róum okkur aðeins, ekkert stress, ekkert í flýti. Mun ekki fara sama hvað, ferð aldrei á sama stað. Fyrir en að þú fattar að, fyrir en að þú fattar að. 15 pör, ég strita, lagðu blóð, tá og svita. Gæti til tí að það klikka. Líður eins og ég
Ég sé nýkominn frá dansa, ég dofinn ekkert vanta. Svo að ég fer út að dansa, blanda pínu lítið saman til að mynda betra samband. En ég flýsa út gluggan, rata beint í gegnum ramman. Bara ég minn. Þú þarf kranabíl ef þú ætlar að snúa þessu við. En ég til að spila spil og ég veikur, ég ill. Ég gerir mitt og gerir þitt, ég gerir það sem að ég vil. Byssu skoti sjálfa mig, ekki að reyna að hitta kist í það þú en ekki ég sem stimpla mig sem fyrirmynd. Þegar klukkan slær í myrkur, borgin dregur í sig burtu. Hangi með virkum en rimman á virkum. En þegar ég lít tilbaka þetta lífið sem við vildum Ég frekar normal en ég fíla þetta kinky. En nóg okkur aðeins, ekkert stress, ekkert í flýti. Mun ekki fara sama hvað, þú ferð aldrei á sama stað. Ég frekar normal en ég fíla þetta kinky. En nóg okkur aðeins, ekkert stress, ekkert í flýti. Mun ekki fara sama hvað, fer aldrei á sama stað. Fyrir en að þú fattar að, fyrir en að þú fattar að. Sko, mann lítið að tíma sem að leið, ekki vera leið. Ég fór aðra leið, mun aldrei snúa heim. Snjóaði við slóðina, svo sagan hún löngu gleymt. Ég get ekki stoppa, ég vil með svangur við aðra sneið. Með verk frá hausun í tær, opnaði augun og þau voru glær. Lifið fyrir litlu mómentin, vanalega var allt litt í gær. Vaknaði langt frá staðnum, það sem ég á heima. Og ég veit að ég veikur en ég díla við það seinna ekki. En búið að breyta mig, samt nokkra búin að reyna. Bara reyna að vinna leikinn, vont og gott að vera að playa. Ef þú klár og fer frá, breyttu því, lifi nú en eins og ég, það betra. Treystu því. Þegar klukkan slær í myrkur, borgin dregur í sig burtu. Hangi með virkum en rimman á virkum. En þegar ég lít tilbaka þetta lífið sem við vildum Ég frekar normal en ég fíla þetta kinky. En nóg okkur aðeins, ekkert stress, ekkert í flýti. Mun ekki fara sama hvað, þú ferð aldrei á sama stað. Ég frekar normal en ég fíla þetta kinky. En nóg okkur aðeins, ekkert stress, ekkert í flýti. Mun ekki fara sama hvað, fer aldrei á sama stað. Fyrir en að þú fattar að, fyrir en að þú fattar að.
Komið þið sæl og blessuð eða á þetta stream. Í kvöld munum við fylgjast með málum hjá MTA og BLA og þau eru að spila í 8. úrslitum á Get League online mótinu. En ég er bara að bíða eftir að komast inn á TV. Þetta er eitthvað vesen hjá okkur, en áður en að við förum í leikinn þá skulum við skoða hérna uppstillinguna á liðunum. Það er reyndar komin inn breyting hérna á þessu, þar sem að Bjarki BTSM er komin út og Fixer kemur inn í staðinn. En í MTA erum við með Pallabonda, Kuter, Fixer, Jojo og Filas. Og í BLA eða Drake erum við með Skyline, Cerebus, Mercury, Alle og Skaven. Og ég er búinn að gleyma að velja MVPs. Ég ekki svo svara að ég lagaði þetta á hann. En þeir eru hérna. Svona. Þetta eru þeir sem ég held að verði bestir í kvöld. Palli Bondi er náttúrulega ruglgóður og Skaven líka topp maður. En meðan við bíðum eftir að komast inn á TV-ið og fá leikinn í ganga, þá ætlum ég bara að setja á örlítið meiri tónlist fyrir ykkur. Svona meðan við bíðum eftir leiknum. Úlfurinn rúlar með rómversku giftum og stóiskum homies. Eldist helming og drekk fyrir tólit og gólitur róni. Allir á hlaupum með jetinni rósir og rólugur róli. Með kórun og bónir og vakna hvert morgun í blóðugu bóli. Finnir mig liggjandi í snjó, ég svo fucking í mó. Rittak og læsileg ljóð, mín hinsta bón. Gefið mér ábóta kaffi og geina miljón. Dreymir heimili, konung og bad. Einningu meili var nættur og svart. Grein ekki munnin og heiminn og kelvil í penning og skartið er rennandi vatn. Úlfur, tarantúlur. Líkur eins og skúmur og tala tungum. Ég og þú og fullt tungl, liggjum bara á kúrum. Vel bakaður og mjúkur, kanilsnúður ég. Myndi söka MC og heitir. Ertu með bensín, V-Power. Þú veit ekki sens í þetta hér. Mér líður vel, eigin herra, eigin frú. Úlfar víka heila bú. 2, 3, hengir nóum mig, hvað segir þú? Mér skortir ekki neitt, ég fer mín eigin leið. Þar ekki silfur skeið, ég á grænni grein. Mér skortir ekki neitt, ég fer mín eigin leið. Þar ekki silfur skeið, ég á grænni grein. Mér skortir ekki neitt, ég fer mín eigin leið. Þar ekki silfur skeið, ég á grænni grein. Mér skortir ekki neitt, ég fer mín eigin leið. Þar ekki silfur skeið, ég á grænni grein. Lífið er endalaust, en lífið er stutt. Ég nýt þess á meðan ég get, þangað til að ég gjör stutt. Á toppi ég frýs, á botni ég bráðna. Allir vilja fljóta með straunum en drukkni með að mennskun og grána. Gleymast og hverfa þau stálpast, ef svo væfi sinn í það að langa í eitthvað annað en það sem þið þráðug á meðan þau lærðug og píndu sig áfram. Ég ber mig vel, ekkert mér, blankur í gær en í dag lifi vel. Fyrir lífið er endalaust, lífið er kjaftaði, lífið er draumur og lífið er martraðir. Eina sem dregur þig áfram að markmið er harkan og viljinn til þess eins að standa þig standand og samhagum alla sem hata þig. Æstasti kostur sem hægt er að hafa því mannfólkið er. Kalt að það drepur og skýður í skel, getur og skýtur og sefur svo vel. Ríður og fjölga sér, ríður og fer, bítur og klóra til að berga sér. Býrar í sitt og drekkur sig í hel, tekur frá öðrum en gefur frá sér. Vilur sér fóring og hlýðir því sem stærsta dýri vill að sé gert. Og það er úlfur. Mér skortir ekki neitt, ég fer mín eigin leið. Þar ekki silfur skeið, ég á grænni grein. Mér skortir ekki neitt, ég fer mín eigin leið. Þar ekki silfur skeið, ég á grænni grein. Mér skortir ekki neitt, ég fer mín eigin leið. Þar ekki silfur skeið, ég á grænni grein. Mér skortir ekki neitt, ég fer mín eigin leið. Þar ekki silfur skeið, ég á grænni grein. Mér skortir ekki neitt, ég fer mín eigin leið. Þar
rúmi Bara nótti ég og þú og núið Vökkur lengur það engin núin Þar til föstudagurinn búinn Þú getið líkust upp í rúmi Bara nótti ég og þú og núið Vökkur lengur það engin núin Þar til föstudagurinn búinn Upp í rúmi gundi sæng móða rútunni Svitinn perlast eins og demantar á kúndinni Tíminn stopp, gott í kropp, góða músikinn og veru þessi stendur ísta fyrir utan húsi mitt Þú samt í morgun sólinni En jafnvel sæta rega nóttu til Og þú gefur mig 1000 ástæður Til að virkja motherfucking kúr og ástmaður Login í gróðin ekki skuggalegt ljós Herbergið alveg murinn undarleg ró Hitinn bara sem bullandi blóð Þetta fullkomin nótt, ég og gullfalleg snót Þú getið líkust upp í rúminu Liggjandón á sænginni með varalit Eyðum æfin okkar undir tunglinu Hlifið í húminu vakandi Á diskostadi dansaði frá cirka 12 til 7 Við mættust þar með klúbbinn okkar Opinn bæði tvö Þetta föstudagurinn langi Aðeins 52 á ári Sólin sest stendur svo gull Þú vaknaði gengur svo burt Þetta föstudagurinn langi Aðeins 52 á ári Sólin sest stendur svo gull Þú vaknaði gengur svo burt Vil ekki sofa, ég vil vera þér hjá Vil ekki vakna því þá ferðu mér frá Morgunin eftir tekan allt verður grátt Þú fyrir þína leið og geng í glöfuga á Vil ekki sofa, ég vil vera þér hjá Vil ekki vakna því þá ferðu mér frá Morgunin eftir tekan allt verður grátt Þú fyrir þína leið og geng í glöfuga á Tónlistin og hljóma blíðlega á lappanum Órans litaljósi skín og salsteins lampanum Og við erum tvö með ekkert sérstu til að tala Áhyggjur á nari bara ekkert sem er varðarum Svörtu vauku fínt á leit á mig, ég er lamaður Gerðu alla þína galdra bak við þykka gardínun Í þínum höndum en ég gjössamlega valdalaus Kottunar ég litna við eins og Lazarus Og Nick Cave syngur sína balluður Ást í myrkinu og harmleiki og aftökur Og það hljómar eins og hver og ein af hans sögum Hafi verið sami sögð og sungi bara handokkur Svo lítið eftir að barðanum Þitt innæðlis er svo vel í döfum bjarmanum Nóttin er ung og skilur hvað við tala 2 rándýr blóbað þykka morgun Á diskostadi dansaði frá cirka 12 til 7 Við mættust þar með glösin okkar Svopin bæði tvö Þetta föstudagurinn langi Aðeins 52 á ári Sólin sest stendur svo gull Þú vaknaði gengur svo burt Þetta föstudagurinn langi Aðeins 52 á ári Sólin sest stendur svo gull Þú vaknaði gengur svo burt Vil ekki sofa, ég vil vera þér hjá Vil ekki vakna því þá ferðu mér frá Morgunin eftir tekan allt verður grátt Þú fyrir þína leið og geng í glöfuga á Vil ekki sofa, ég vil vera þér hjá Vil ekki vakna því þá ferðu mér frá Morgunin eftir tekan allt verður grátt Þú fyrir þína leið og geng í glöfuga á
Jæja, þá erum við loksins komin. Skeifin er komin og af hverju fæ ég ekki leikinn upp á skjáin hjá mér? Það er eitthvað bilað þarna komið þetta. Skulum henda á smá hljóði hérna með við fáum hnífana. Svona. En fyrir þá sem er að tjúna inn núna og má ég sjá, já, eru þeir ekki bara að fara að vinna þetta? Jú, þeir gera það. En fyrir maður sem verið liðin, sjáum að Bla eru með Skyland, Skefin, Alle, Syrbus og Mercury og MTA eru með Köter, Fearless, Pallabóta eða Angel eins og hann kallar sig þarna. Hann er Jojo og Fixer. Og þá erum við live. Í pistolrándinu fyrsta mappið í þessari besta þríði er Mirage eins og allir sjá og Drake völdu eða Bla, ég veit ekki alveg hvort ég á að segja, ég segi bara Bla en þeir völdu held ég Dust við sjáum að þeir hérna er fake Fearless komin hérna inn á B og meðan að restin er að hlaupa henni underground en það er alveg tilbúin að taka á móti þeim. Nær Fixer og nær hann Pallabóndi líka, nei! Pallabóndi er tekinn að Skefin en Köter og Fearless eru einir eftir og Skylar tekur Fearless og þá er það Jojo og nú er Köter einn eftir. Móti 4 leikmönnum. Hvað gerir hann? Nógu tími. Þeir eru náttúrulega með bombur þarna á mitt. Sjáum að þeir horfa hérna allir og allar sér Allan. Og er hann að fara að ná honum eða hvað? Nei, jú, gerir það. Staðan er því 1-0 fyrir Bla. Taka þarna gríðilega mikilvægt pistolround. Og nú er bara að sjá hvort þeir ná ekki að halda á kunverta þessu og sjáum að þeir eru að fara hérna 3 á miðuna og þar er Alli með skamt, hittir og Fixer líklega sláttir hérna, nei 11 HP og Alli hittir ekki skotur yfir Pallabóndi sér niðri en nær honum ekki en hann er búinn að sjá það hérna nokkra og Mercury tekur einn, Palli tekur Mercury og Alli tekur hann Jojo sjáum að hérna Pallabóndi tekur Alla og þá eru þeir eftir 2 á móti 3 þeir voru að sýna sig allt of mikið hérna á miðinni að halda bara aftarlega á móti Eco það gengur ekkert að vera að challenge á svona hlaupa þarna og shortu það, þetta er bara bull bara halda stöði, halda bara aftast inn á sætinu þá gerir svona hlutir og Skyland heyrði þannig að hann veit að þeir eru að fara að koma og Pallabóndi er hann að fara að ná honum en Köter gerir vel þá er það Skefin einn eftir móti 3 og það fellur og þá er staðan 1-1 og MTA eru búin að snúa þessu við fyrir að tapa pistolróndinu og við skulum sjá hvað þeir ætla að bjóða okkur upp á þessu randi sjáum að það er Eco full Eco allir nema Alli sem átti P250 eða keypti P250 þeir eru að fara hérna bara miðuna ég var ekki samlað þessu að maður ætti að kíkja hérna en Pallabóndi er komið með 2 og hann er komið með 3 þá eru þið bara 2 eftir og Pallabóndi er komið með 4 er hann að fara að eisa hvar er hann? Ace með SG, skoðum þess pinningina hann er komin í 4950 kall og þeir planta fyrst og svo kemur Pallabóndi og hann klárar þetta
eisar það reynilega. Já, þetta var Eco Ace en það var samt að ná frækunum virkilega vel gert í honum. Og skoðum aðeins spurningilega hann á 7700 kall. Eftir þetta lætur þú vantilega rigna á félaga sína í komandi randum, byssum og dóti. Sjáum að Alli er komin inn að framlega og er hann að fara að ná bóndanum. Nei, gerir það ekki. Alli bóndi virkilega vel að verða og sjáum að hérna er Jojo komin í feitt og Fixer er hann að fara að ná þeim hérna. Tekur einn og hann er kappaður og fellur fyrir Cerebus. Ó, hann tekur Fearless líka og hann nær í byssu. Náttúrulega, ó. Og þá veiðar hann hérna. Já, staðan 3-1 fyrir MTA og Balli bóndi var skotinn hann til bakið og sneri sér við takk tíðin. Sjáum að hann er komin upp í 12.000 kall eftir bara 4 ránd. Ekki slæmt. Og þá fáið fyrsta almennilega bærandi og þeir hitta Korir. Ótrúlegt að Korir hittum. Sjáum að Fixer er hérna mjög aftarlega í húsinu og Jojo er þarna hjá rannum. Hver er hérna? Gutter. Og þetta verður líklegast eitthvað aðsplitt. Við sjáum að Cerebus protektir sér stöðuna og hann er smókaður út. Og Fixer reynir að kíkja í húsið en hann fellur. Þá er þeir eftir 3-5. Hvar er Cerebus? Hann er komin hingað. Gutter er komin hérna. Og hann sér alla sem hittir hann. Og Skaven gerir hann það vel og Mercury sér bóndan. Og hann fellur og þá er það Fearless aðeins einn eftir. Reyna að fara að hitta Mercury. Nei, gerir það ekki. Og hann fellur. Virkilega mikilvægt ránd fyrir Bleh að tapa ekki eftir að vera búin að íkóa þessari röð og þurfa að íkóa í 3. skipti í 5 rándum. Það er ekki gaman. En Alli er búinn að taka út pallabónda. Hann er Gutter. Jojo tekur Mercury og þá er Skaven. Já, hann fær endar bakkabann að fara á honum alla. Skaven er neitt eftir þá inn á setinu og bomban er að róta í áttina A. Gutter er svolítið lengi að róta þetta. Spurning hvort hann fari ekki bara miðjun í staðinn en Alli tekur Jojo. Og hann gerir það. Og Skaven tekur Fearless og einnig tekur hann Fixer og þá er Gutter einn eftir. Og hann sé Cerebus enn að fara nánum. Gerir það ekki. Tekur Skarlandi gegnum smókin beint í hausinn. Sjáum að þeir halda honum bara hérna. En þetta er ekki stressur. MTA er fullt af pening. Og Cerebus finnur Gutter eftir hennan lélega smók. Og Bla eru búinir að jafna. Ef við kíkum á þessu skori, það lítur það út svona. Við sjáum að Bóndi er frakaði langt mest eftir að hafa fengið þetta ace þarna í randi 2 eða 3. Við sjáum að þeir eru allir hérna strákunir. Alli er ekki vel staðistur til að hjálpa vinni sínum. Skaven er undir og Mercury er hérna með vappan. Þeir eru allir í húsinu. Og já, það hljóta að flassa sig inn.
Það kemur ekkert annað til greina, hérna allir komin í bakkaveg og þá það 2 vappar, tekur niður kutti, bóndi tekur skeiðen, tekur fixer líka, það engin smók og ekkert flass eða neitt, þeir lappa bara nút einn öðrum og falla. Þeir eru náttúrulega semi-íkóða þarna, en Cerebus hérna bónda. Heldur að bara verið með 1 vappa og restin hafa verið brók, ég tók ekki eftir því að þeir væri þarna. Já, nánast bara íkóða fyrir utan hennar eina vappa, en núna eiga NCA fullt af penning. Staðan 4-3 fyrir Bla og við skulum sjá hvað er okkar að gera, allir sé ekki bara að fara aftur að svona afsakið, niður hvar þeir eru staðstir. Sjáum að Mercury hérna mjög framalega og Skaven líka. Fixer grinnar hérna niður. Og hann að fara að sjá Skaven og tekur hann, virkilega vel gert hjá honum. Sjáum Alli komin í stigan. Og hann flassaður eða hvað Fixer komin hér. Og Fearless nær honum. Og Mercury ætla bara að fela sig. Hann kom með 2. Þá eru þeir eftir 2 og 3. Hann ætlaði bara fullt í fyrstu þarna, en þá var það Skyline eftir 1 á móti 2. Er hann að fara að ná þessu strákurinn? Nei, Fearless sér hann, virkilega vel gert hjá honum. En vel executað, virkilega vel executað strætt þetta. Rándi kláraðist eiginlega bara þegar Skaven dó þarna í húsinu. Það var bara eitthvað sem mátti ekki gera sko. Mjög erfitt fyrir þá að halda þarna 2 á móti 5 síðan þegar þeir komin úr seti. En þá eru Black komnir í Eco og við sjáum að þeir eru að keyra hérna miðuna og Cerebus. Kuttir var það reyndar sem skaut sig vinsinn hann í hnakka. Jojo tekur Skyline og þá eru þeir komnir inn á sætið. Og bomban kominn niður. Sjáum að Mercury hefur fundið AK hérna. Og hann ætti nú bara að halda honum. Kannski reyna að gera smá skaða. Já, hann heldur þessum AK, virkilega vel gert. Og þeir geta keypt. Þá staðan 5-4 fyrir MTA. Ég spáði að MTA taki þetta. Mér finnst þetta að vera mikið city map. Og MTA eru konið með helviti gott momentum. Skoðum hvað þeir allir gera, þeir eru hérna 3 á miðjunni. Og svo fer Jojo alltaf inn í húsið. Tekna þess betri línu hérna. En hann tekinn af Cerebus sem komið með vappaninn á B. Og þeir keyra shortið og núna erum við 3 móti. Og hann 1 eftir móti 3, nei, allir reyndar komin inn út. Og það hittir ekki skotinu, Fixer sprayar hann niður. Eftir 30 skotið og svo Fixer tekur Cerebus líka. Þá eru þeir eftir 3 á móti 1. Og Pallibátin tekur Skaven. Og þetta var bara skelfilega haldið á B, ég verð bara að segja svo þér. Ekki veit ég af hverju allir hoppaði hann út. Það var bara, borgaði sig ekki og vappinn sem var þarna aftast var ekki svona að horfa á shorti. Það var bara einhvers staðar fela sig á bíl. Þá eru þeir komin aftur í Eco hérna. Einu sem þeir gera þessi leikar í Eco. Sjáum hér Alli og hann finnur Kutter. Nær honum ekki og það eru strax 2 fallnir. En Skaven svarar og tekur Kutter. Sjáum að Cerebus komin hérna, hleypur í shorti. Finnur 2 í bakið og tekur það báða. Virkilega vel gert þarna og þá eru þeir komin með byssustráknir. Cerebus reyndar ekki með byssur, á bara 8 skot eftir.
sjá með eitthvað Palli og hann finnur Mercury labba hann eitthvað á kassan og Cerebus sér hann og Cerebus er búinn með skoti sín hann á 2 skot eftir og Palli hreinsar hann upp og það var svona 7-4 fyrir MTA Við skulum sjá hvað er ákveðið að gera núna. Núna er Fililes komin hérna á miðuna. Og Jojo fer alltaf í húsið og Cerebus tekur Fililes. Og hérna Skein er velstæðastur og Mercury tekur annan. Og hérna er Skyline eftir móti Jojo flassar hann. Nær honum ekki. Og þá er Jojo einn eftir. Sér Cerebus. En hittir hann ekki. Jojo en þá hérna Ítan vafra eitthvað, lætur tíman líklegast bara að renna út og heldur þessari byssu en hann fellur fyrir Alli og þá er staðan 5-7 og núna þurfa að gera vel og reyna að ná smá momentum hjá sér þeim með ekki tapa núna og fara aftur í IKO þú veist þá er þetta bara ónýtt sko þurfa jafnvel að taka já, þeir eiga nú, sumir eiga fullt af pening, eða einhvern pening. Það er kannski ekki alveg umlegt, en það er bara full B-röst núna í gangi. Já, ok, það er allavega hægt, þeir beiluðu líklegast eftir einhver stoppaðu þarna, en þeir eru 2 inn á B. Og ætla ekki að skipta það. Með einhverjar fluss og einhverjar smóka fyrst yfir en hérna kasta allir drastlisinu og svo hlaupa þeir hérna inn á og þar er þessi maður tilbúin að taka móti þeim með vappan en hann fellur og Skyline nánast fallin líka en Skyline tekur alla en Balli Bóndi svarar og þá er eftir 3-3 og bomban er komin niður sjáum að Alli virkilega lár og þeir eru allir inn í kitchen og hérna keyra þær út hérna öðrum og Fililes tekur alla sjáum hérna Skaven tekur Fixer þá er eftir 2-2 og Mercury hleypar hérna út veit að manni Palli Bóndi tekur hann Fililes fellir fyrir Mercury og þá er það Palli Bóndi einn eftir og hann er að fara að greina hann og þeir drepa hvern annan þarna en MGA fengur rándið og það er sem skiptir máli og núna gerist einmitt það sem mátti alls ekki gerast og það var að tapa þessu rándi ég er heldur sé ekki búin að vinna 2 rándir í röð í þessu leik þeir vinna alltaf bara 1 ránd og svo tapa þeir og þá sýnst mér að þeir vera að fara að gíra sig í A-playið og hérna er Jojo og hann tekur Alli en ekki eftir að hann er skotið niður í 2 á B og hann er Mercury, hann fellur í Fililes og þá er það þessi maður sem er einn eftir og hann tekur Fililes, tekur annan og Jojo svarar og hérna er Cerebus komin í bakið en þetta gerði svo hratt, ég sá ekki nákvæmlega hvað gerðist en þeir snýru sig við og drápa eitthvað það var allavega það sem gerðist og þá er það 9-5 síðasta round núna í þessum hálfleik og MTA í góðum málum ekki svo góðum málum sjáum þeir senda hérna vappan á A í stæðan fyrir að senda hann á miðuna og hérna er Cerebus komið inn sjáum hérna Alli gerir virkilega vel og finnur Fililes sá hann var að fara í áttina B og þessi maður bakka inn á sætið ef þeir hefði sprengt hann inn á þá hefði Skyline verið 1 á móti og það er nákvæmlega sem er að fara að gerast og Cerebus er allt og seinn ja, þetta reddast hjá honum finnur Fixer sem var þetta búinn að sjá hann
Gutti hoppa niður og hann fellur í Skyland ykkur einn og Jojo Alli tekur Kutter og þá er það þessi maður hérna sem einn eftir og hann bara ónæður í gegn. Nei, hann rústar bara alla og hann er ekki í Skyline og þessi hálfleikur fór því 9-6 fyrir MTA og þá fá MTA að spila betri hliðina á þessum mappi. Virkilega mikilvægt núna fyrir Bla að vinna pistólinn. Það skiptir öllu máli. Sjá, það eru allir að grípa inn í húsið og þeir eru bara aftarlega. Mér sýnist það séu báðir. Nei, Pílus reynda með P2K. Og hann eldar húsið en þeir hlaupa allir út og Palli Bóndi tekur Skyline og Palli Bóndi tekur alla líka og hér Jojo búinn að finna mann og þá er það skeifin eftir, Palli Bóndi tekur hann líka og Kutter greinar síðan Mercury og þetta var bara slátrun. Þannig að vissu MTA nánast nákvæmlega hvað er í gangi þarna og voru mættir 4. Ég skil ekki akkur maður ætti að fara í húsið allir en það eru svona ætti að splitta þessu eitthvað upp til að vera ekki allir molotovaðir en þá er það bara full rush B og hérna er Fixer tilbúin að taka á móti þeim. Kutter greinar eitt en hann á Cerebus, nei, gera það ekki og hann pistolar niður, eða Kutter pistolar niður 2 og Fíles tekur skeifin og þá er það Cerebus einn eftir og hann er hnífaður á Pallamónda. Vandræðalegt. Þá er staðan 11-6 fyrir MTA. Þá er það bara full rush. Þá er það Fíles, hann hittir ekki skotinu. Og hér er Jojo, hann er tekinn niður. Og Alli er líklega stöður á þessari greinu, hérna er Palli Bóndi. Og hann hefur drittað niður á með sérsetunni, nei. Og Fíles þarf að klára hann. Og MTA þurfa aðeins 4 round til að loka þessum leik. Sjáum að hérna röst hann bara upp miðuna og hann tekur 1, tekur 2, já hann gerir það. Og það er Skyline og hann tekur hann líka. Þvílík spílamennska hjá Palla Bónda. Rösta bara upp miðuna og rústa þeim. Hér er Cerebus komin í baráttuna við Jojo og hefur betur. En Palli Bóndi er sjálfsögðu með bombuna. Þeir eru eftir hérna 2 og 2. Sjáum að Fixer er að fara að sjá hann að skeifin. Gerir virkilega vel. Og hér er Cerebus. Ætlar hann ekki bara að múi í gegnum smókin eða hvað ætlar hann að gera? En þannig er Palli Bóndi sem var með 4 frögg í þessu rándi. Hvorki meirinu minna. Þá eru Bla komnir í Eco. Það er eitthvað sem er að hafa gert mest megnist í þessu leik. Það er að spila Eco. En sjáum, hérna er Palli Bóndi. Nær hann á nokkrum. Og Fíles kemur þetta í halva vinsinum. Kutter greinar Cerebus. Þá er það Mercury og skeifin sem reynir eftir. Og Mercury nær Fíles en Fixer tekur skeifin með Ottónum og Kutter tekur Mercury. Þá er það 14-6. Og Bla er ennþá eftir að vinna round í þessum hálfleik og núna fáum við loksins að sjá. Það er keypti náttúrulega á hann en
núna fáum við að sjá annað bærand frá þeim. Alli finnur þarna Jojo. Sá hann labba í gegnum smókinn og Alli er komið annan og þá er Aga lopið. Hér er Palli bóndi og hann fellur líka. Og þá er Fixer einn eftir. Og hann er hérna mótorsnæperinn. Ætlaði hann ekki bara að eisa þetta drengurinn. Hann tekur Cerebus. Einn á móti 3. Bomban leiðinni niður. Búið greinan hérna tvísvar. Og Skyline tekur hann. 47 fyrir MTA. MTA þurfa aðeins 2 round til að klára þetta mapp og já, alveg rétt. Þetta dæmi. Þetta segir mér allavega að MTA er unni, við mistum bara á randunum af því þeir skiptu mapp leið og leikurinn kláraðist. Ég þarf að eiga orð við þá og segja þeim ekki gera þetta. En þá skulum við bara setja á pínu tónlist meðan við bíðum eftir næsta mappi sem er Dust 2. Staðan er 1-0 fyrir MTA og við komum eftir smástund. It's passing on the clock and I'm out of time. Getting through the lock
velkomin aftur. En þá erum við að fara að byrja í hnífunum og mér finnst þeir bara að vera komnir hérna í gang og við skulum horfa á þetta svona eins og þetta sé RTS leikur og hérna sjáum við að þeir eru 3 eftir móti 3 og núna er hann aðeins 1 eftir og það er MTA menn sem á að vinna hnífana og við skulum sjá hver meginn þeir ákveða að byrja. Það er svolítið meta finnst mér í þessu mappi. Fyrst var það Sítíma, svo var það Terma og mér finnst það núna aftur eiginlega var orðið svolítið Sítíma. Ég veit ekki alveg, já mér finnst þetta eiginlega að vera Sítíma núna. En fyrir þá sem er að joina núna að þá er staðan 1-0 fyrir MTA. MTA er fyrsta mappi sem var Miras og við skulum bara sjá hvernig þetta fer hjá okkur. Þeir eru allir á leiðinni hérna á B og þar, nei, þeir fara reyndar nokkrir í neðra þannig að þeir taka vantilega eitthvað splitt en sjáum að Skeimin er eitthvað komin hérna aftur á miðjuna og þeir róa þetta niður. Sjáum að Palli Bóndi er hérna vel stæðstur og þeir eru 3 núna að fara að gera út á miðjuna. Hann tekur fyrsta að fella síðan fyrir Cerebus og þeir eru smókaðir hérna út og þá er það Fixer 1 sem þarf að gera alla vinnuna en hann gerði ekki nógu vel. Hann stóð þarna fannst mér bara eins og skata. Skeifin tekur Píles í bakið og þá er það Kutter núna 1 eftir móti 3 og hann þarf að skipta byssu svo hann geti landað einhverjum flöggum hérna og hann fellur fyrir Alle og kíkjum á skórið eftir fyrsta randi og það lítur svona út. Black gera vel og vinna fyrsta randi en MTA menn já þeir hafa nú oftast farið 3 á long alltaf tekið á móti rössinu og svo bakka. Við fáum ekki sjá það þegar að þeir fá loksins að kaupa en sjáum að Jojo sér hérna 2 menn og þeir eru ekki að ná honum. Skeifin með góða grinu þannig náðu honum ótrúlegt 44 damage í grinu. Fixer pistol hérna niður og Palli Bóndi hittir og hann er skotið niður í 11 líf en er búinn að taka það neitt og þá eru þeir komin hérna inn á A og Píles bakkar á Kutter, tekur Skeifin, Skyland tekur Kutter og þá er það Píles hérna eftir og samt Palli Bóndi og Fixer mótið 3 og bomban er komin niður og Cerebus tekur Píles. Skulum sjá hvað þeir gera, allir haldi ekki bara byssunum minna? Jú, þeir gera það. Það er líka alltaf lagi að hafa byssur í næsta en þeir forsuðu núna, þannig að þeir geta ekki forsað með þessu næst. Það stann 2-0 fyrir Blabla með góða byrjun. Þeir þurfa að gera betur en þeir gerði í Miras. Það er klárt mál. Og Cerebus tekur Palla Bónda þarna í headshot á mid og þá var það Fixer hérna. Sjáum að Jojo er að fara að múa hérna út og það er Skeifin tilbúin að taka mótunum og hann tekur hann og þeir eru hérna að gera sér líklega á B og þeir eru bara búin að gefa A. Ég er virkilega ánægður með þetta move hjá NCA. Þeir bara taka sénsinn og hér er Fixer í baráttunni. Nær hann að Skyland, þeir eru hvað, 4 í lobby
Og núna eru þeir að keyra út miðjun og ætla að skipta og fara niður á A. Þeir eru búin að fatta hvað er í gangi. Cerebus nær Fixer. Og þá er því reyndar fallið en á A ætlaði samt. Og það er þessi maður. Hvað er að gerast hérna? Og Ansel Mercury tekur hann. Er hann að fara að náði fleiri? Tekur alveg líka. Hvílík spilavaska hjá Kutter. Og Fearless komin í hjálpina og þetta round er gersamlega farið í vaskin hjá Bla. Kutter og Fearless gera þetta virkilega vel. Kom þarna á hárréttum tímapunkti og hjálpaði vinnu sínum. Cerebus hittir ekki skotinu. Kutter tekur Cerebus. Þá er staðan 2-1 og Bla þurfa því miður að íkóa. Þeir ættu að orðin vanið því eftir mýrasleikinn. Við sjáum að hér er Palli kominn á góðan stað og nær þann Cerebus og hann þarf að geta fuck out. Hann getur það ekki núna en hann tekur Mercury með sér og Jojo fellur líka. Og við skulum sjá hvað er ákveðið að gera. Þeir eru bara eitthvað hérna að drolla á miðunni. Og þeir taka bara hérna einn á hverjum stað í vörðinni og hér er Kutter með skarinn. Og þeir gera nákvæmlega sama ég myndi gera sem er að drulla mér í burtu þegar þeir heyri þessari byssu. Ég hendur á Kutter. Hérna er Alli og Fixer tekur hann. Skeifinn komin hérna út miðuna og hann er að fara að finna hérna mann. Eða hvað, hann er staurblindur en Fearless tekur hann að lokum með þessari umöluðu byssu. Og þá kaupa mennirnir í Bla og staðan er 2-2. Og við skulum sjá hvað er ákveða að bjóða okkur hérna upp á núna. Cerebus hittir Fixer í gegn. Virkilega vel gert og þá eru þeir að keyra hérna 3 yfir. Vita að það er enginn á B. Og bombsætið er fallið. Alli greinaðar niður í 12 á B. Og þeir eru að ná bombun niður. Og þetta er erfitt retake. Þeir eru 4 á móti 5. Ég myndi halda þessari stöðu. Hvernig er peningurinn að þeim? Peningurinn á þeim er ekki góður. En þeir ákveða að reyna þetta. Jojo komin inn, tekur Alli. Skeifinn tekur Jojo. Palli Bondi tekur Skyline og Kutter kom með annan. Og Cerebus fellur líka. Og þá er Merk einn eftir. Og hann nær ekki að drepa hann. Þvílík spilamennska. En hann nær skarinum og endi hann á randinu sem var það sem skipti máli. Þetta var mikil áhætta. En hún borgaði sig. Virkilega vel gert hann hjá þeim. Þetta er leiðilegt. Þetta er svo leiðilegt. Vera 5 búnir að planta og ná ekki að halda sætinu. En þeir ná að forsa eftir að hafa plantað bombunni og fengið nokkuð frögg. Þá eru við konum með 2 óttasnæpera í lið NTA. Og hérna er Fixer. Litar aðeins vegginn. Og við skulum sjá Jojo komin inn í bakið, finnur skeiðin. Þetta er skelfilegt. Haldi ekki lónginu og það tekur hann Merk líka. Jojo á aðeins 8 á B, hljóta grinan.
Hann er grinnan í 4 HB og hann fellur loksins og þá eru þeir eftir 4-4 og Fixer fellur fyrir Alle og Kutter náðu þarna Mercury og þá eru þeir næstu konur býða þvílíkt skot hjá Palla Bonda rétt kiktið þarna og náðu þessu Palli Bondi fellur hann var þarna mjög illa staðstur 2-2 Cerebus fellur Skyline komin yfir næra Kutter eða hvað grinnan í 16 HP og Fearless hreinsa til staðan 4-2 fyrir MTA og það eru bla afturkonur Ego fyrsta mappi fór 16 6 eða 7 eitthvað svoleiðis að með minni núna að gefa þér longið en bomban hér og Palli Bondi tekur Skyline og Palli Bondi tekur Cerebus líka og hérna Kutter kom mitt hann að fara að ná þriðja, hann gerir það og þetta round kláraðist á nokkrum sekundum þá fáum við bæround frá Bla og við skulum sjá hvað ákveða að bjóða upp núna taka MTA þetta 3 og long sem þeir gera svo oft eða 2, 1 plastaður að inn og við skulum sjá hvort að Skaven sé frá að ná Jojo og Skaven náðu Jojo Palli Bondi fellur múið þarna að long og lobby og borgaði sig ekki og þá eru þeir eftir 3-5 og við skulum sjá hvort þeir ákveða að fara með bombuna ætli sig ekki að fara að taka eitthvað svona B-split Fixer fellur fyrir Skyline með góðan Rick og við skulum sjá hvort þeir haldi ekki bara þessi byssum, nei þeir gera það ekki, allir deyja, engin dó í liði Bla, staðan 5-3 og MTA eiga pening í 1 kaup þannig að þetta ekki ræðilegt en þeir verða að vinna þetta round annars eru Bla komnir í mjög góða stöðu Mercury hittir ekki skotinu kíkjum aðeins á skorið á lítur það átt svona sem að Kutter hérna efstur Palli Bondi þar rétt á eftir og svo eru þeir hérna látt fyrir neðan restina af liðinu en Bla eru allir frekar jafnir og sjáum hvað eru að gera þeir eru hérna bara að verka miðjuna og hvað í gangi hérna Skaven eru búin að missa af Jojo þeir eru hérna hlýðin okkur öðrum þeir eru alveg hlýðin okkur öðrum og Skaven finnur Jojo þetta var ótrúlegt þá skulum við sjá hérna hvað alltaf að gera þeir keyra hérna inn á A og Skyline það Fearless og Mercury Fixer og það Kutter að setna eftir og þetta reynilega ekki að virka hjá Jojo að múa þarna út longið en ég var löngu farin að hunda hann ótisnafur það spurði hvort hann er að halda lífið eða ekki mér sýnist hann að ná að lifa þetta af þá er staðan 5-4 og núna eru MTA farnir að ríkóa þurfa líklega að taka 2 íkó eða þeir tapa þessu
Leggar hann að kvittir í gegn. Og hér er Skefin. Og hann er að fara að fá Jojo í sig. Og nær honum. Hvar var hjálpin á longinu? Kvittir tekur Skyline. Og bomban liggur hérna í lobbyinu. Sjáum að hér er slagar á sjórtinu. Híles nær hann að Mercury. Og hann er Alli og hann er komið vappan. Og hendur hann á Palla. Og hvað ætlar að gera núna? Þeir eru 3 og 4 Skefin nánast látin. Sjáum að Palli bóndi hittir Skefin. Er hann að fara að ná hann með grífinni líka? Alli tekur Palla. Og þá er A fallið. Og bomban kemur hlaupandi long. Og Kutti er nær hann að Sirubus og bomban líkur því. 3-1, þetta ætti ekki að vera flókið fyrir NCA. En hann nær plantinu. Og er Alli að fara að ná þessu. Alli nær Fearless. Þá er þeir eftir 2. Alli nær Kutti líka. Og þá er þeir eftir 1-1. Og það er að Fixer á móti Alli. Og það er Alli sem að klára þetta 1 á móti 3. Felix spila með skæði á honum. Og NCA þurfa því að taka IK aftur. Og Black koma þjótandi aftur inn í hennar leik. Og það eru allir með deglur í liði NCA. Svona að gera þetta. Kuttir er meira sem með armor líka. Skulum sjá hvort að Bla finna einhverja holu. Sem við getum nýtt sér. Og hérna hittir Mercury ekki í skotinu. Kvittir nær þarna Skyline er hann að fara að ná fleirum. Fimm og 4. Alli tekur Jojo og þá eru þeir að fara að gíra sig að kera inn á A. Og það er Kutter. Hittir ekki alla, Mercury tekur Kutter. Og þá eru þeir eftir 2 og 4. Og hér er Skefin tilbúin að taka á móti. Sér fyrsta nær honum er hann á öðrum líka. Palli einn eftir. Hann springur hérna hér að lendi. Leiðilegt það sem að hann var næst því búinn að ná þetta mann í baki. En Bla er komnir yfir. Staðan 6-5 fyrir Bla. Og þá kaupa NCA menn. Þetta er búið að ganga vel, síðust ráð Palli bóndi, nær hérna Mercury. Fjórar og 5. Skulum sjá hvort þeir finna einhverja glufu hérna.
Já, en sé að þarna Kutter tekur Skeven og Palli tekur Alli og þá eru þeir eftir 2 og Cerebus er sterflindur og hann fellur fyrir Villes og þá er það Skyline sem er einn eftir. Sjáum að Kutter keypti sér ekki svona armor og hérna sér Villes Skyline gegnum rifina. Blæ á fullt af pening. Þannig að þrátt fyrir þetta og geta þær keypt næstu 2 rándin þó þið tapi. Palli bóndi stígur örlítið á land. Hittir Cerebus aðeins í gegnum vegginn og hér er Kutter kominn, bústaðar af félaga sínum en það er ekki frakkinu. Þeir eru allir fyrir ekki lágir hérna, eða nokkrir fyrir ekki lágir í liði Bla og þeir bakkaði þetta bara mjög aftarlega. Cerebus finnur ekki að hér er Jojo nær fyrsta nær en öðru gerir það og þeir eru núna 3 fallnir hjá Bla og þá er þetta erfitt. Jojo þvílíkt skot hjá Jojo. Nær hérna Cerebus. Þá er skeiðun eftir Aleit. Allir vinnir hans látnir og hann Niklas heldur þessari byssu. Reynir kannski að gera pínu skaði í leiðinni. Skiptir miklu máli fyrir þá að halda peinunum í Hansja í lágmarki. Það eru 2 ránd eftir. Já, það er 1 ránd eftir. Nei, það eru 2 ránd eftir. Kann ég ekki telja, það eru 3 ránd eftir. Og Skaven finnur Fixer sem að seldi sig ódýrt þarna. Núna þarf Skaven að halda lífi þar sem hann fekk enga pening þarna. Og hver er þarna aftast á siglu og ætlar ekki einu svona að horfa, ég sá það ekki. Staðan 7-6 fyrir Entia sem eru núna komnir yfir eftir að Bla komst yfir. Og núna sem Skyline ætla að keyra hérna rattinn og þeir eru allir já, svolítið BM1. Sjáum að Palli bóndi kominn hérna út af miðjukassan og hann tekur Skyline og nær ekki Cerebus en Kutter tekur Alli. Bomban hérna aftast Bílaví og hérna kemur Pyrles út og hann fellur og þá keyra þær út miðjuna strákunir 3-3 og er Cerebus að fara að finna Jojo. Hann er störblindur, Fixer fellur og þá var B fallið og núna eru þeir 2-3. Sjáum Jojo þvílíkt skot þarna hjá Mercury. Kutter næri Skaven og nær hann Kutter líka. Hann gerir það 10 líf eftir. Staða 7-7 síðasta ránd núna. Við ætla aðeins að frysta þetta meðan að ég banna þennan gaur hann í chatinu fyrir þetta asnalega spam sitt. Og ég afsakið þetta, mistum ekki neinu nema Alli var aðeins skotið niður Mercury, nær hérna Fixer og þeir eru komnir inn á B og Palli bóndi keyrir hérna inn og fellur og þeir eru eftir núna 3-5 og þetta verður erfitt retake. Þetta er hægt. Þetta er hægt en þetta er erfitt. Öllu drasli er kastað hingað yfir. Skaven nær Kutter, nær hann Jojo, nei, gera það ekki, jú hann gerir það. Staðan því 8-7 fyrir Bla sem hann stóði sig vel í þessum hálfleik.
Núna þurfa þær að taka þeim stóra sínum og halda þessu. Og við skulum sjá hvernig gengur þeim í þessu pistolraundi. Kutter kominn í baráttuna, tekur Mercury. Þá eru þeir eftir 5 á móti 4 og Jojo kveimir henni út miðjuna og nær 2, nær hann 3. Eða hvað, Siribus? Nær ekki að fella Jojo sem að skipti hann með byssu. Einstaklega flott move. Og þeim sé að afgreiða þetta á glæsibrag. Og þeir bústa hérna shortið. Og það eru allir á leiðinni short og Palli Bondi tekur Siribus. Og hann er alveg líka, eða fyrirlegs var það, og þeir eru 4 fallnir. Og þá er það Mercury sem er 1 eftir og þetta rand kláraðist mjög hljótt. Og Jojo tekur síðast manninn. 9-8 er staðan og NCA gera þetta vel. Ég er ánægður með hvernig þeir spila anti-íkóin. Ég sé að mér eru að fara að rössa þetta long og það er fyrirlega stilbúin að taka bótt þeim, hann fellur. Og bomban er á leiðinni hérna, Jojo hoppa niður. Og Fixit tekur hann. Og þeir eru að fara að koma hérna short núna strákundir. Palli Bondi tekur alla og allir hinni 3 eru að koma short. Þeir eru að fara að fá grinu í smettið og Skyline fellur. Og Mercury nánast líka. Og þeir eru smókaðir út þarna. Og þeir halda þessum byssum. Sjáum hvort að það tekst þeim. Palli Bondi tekur fyrsta og annan líka. Við kíkjum á skorið. Og þá sjá að Kutter og Palli Bondi tróna efstir á topnum í sínu liði. Og þar á eftir fylgja hinnir. Og allir frekar jafnir. Í bla. En þá fáum við loksins að kaup frá bla. Og þeir gýra sig upp í að gera hendur shortið. Siribus tekur á móti, nær fyrsta, nær öðrum, er hann að fara að ná 3. Jojo kemur hérna og nær Siribus sem að fekk ekki flastur á vinnu sem eða neitt. Og Mercury tekur hann á hlaupum í loftinu. Og þá er Palli Bondi 1 eftir móti 4. Það er ekki greina niður Mercury. Palli Bondi fellur. Staðan 10 yfir bla. Virkilega mikilvægt rand hjá bla. Gerðu þetta skemmtilega. Voru bara með 2 inn á B og 1 á short. Við skulum sjá hvort þeir ákveða að halda sambarlegum hætti. Ég vil segja að maður droppa hérna 3 niður í Suicide, keyra miðuna. Og ætla að gera þetta fljótt. Þeir eru allir bara að stíma hérna á shorti. Og þeir eru hægir að rótita. En Kutter er komið hérna í bakið og hann nær Skyline. Skeifin svarar tekur Kutter, fyrirlega tekur Mercury sem kom loksins longið. Og þeir eru allir smókaðir hérna út í köku. Jojo svarar. Og tekur skeifin niður. Og þá eru þeir eftir 2 á móti 3.
ekki alveg nógu snöggir í rótiti. Það er náttúrulega flössu þarna miðjun á smókuðan og grinda, þannig að Alli á miðjunni sá ekki neitt og gæti ekkert reporta hvað er í gangi, þannig að kannski bara að hlusta frekar. Og staðan því 11-9 og Blað hljóta að forsa þetta hérna. Og hvað gera þau núna? Sjáum að þeir eru að keyra hérna út miðjuna á fullum krafti og Skeifinn nær ekki palla af einhverjum ótrúlegum ástæðum. Slapp þarna og Hannar Kutter er fellur fyrir bóndanum og þá eru þeir eftir 4-4 og þeir eru komnir hérna með miðjuna. Serbus nær hérna Fearless og er hérna bara hann á fleirum, gerir það, nær Pixar líka en MT að svara á ná þarna tveimur, Palli móti fellur 1 á móti tveimur. Jojo, 1-2 situation. Hann á flass, hann á smoke og núna er hann að fara að sjá Cotton Allen nær honum og nær að skæla líka, gerir það. Vel klötsað hann hjá Jojo, það er meira að segja plantinu. Nei, hann gerði það ekki. Staðan 12-9 og Blað komnir í Eco og en tja, þurfa aðeins 4 round til að klára þennan leik og komast í undanúrslit. Og þeir keyra hérna 4 í áttina B og Blað setur crossfire, mér sýnst að vera 3 núna. B1 er hann fyrir utan að kössum að halda miðunni. Jojo tekur Skeifinn og Cerebus nær, eða Pixar nær Cerebus segi ég og Pixar nær Alli líka. Þá eru þeir eftir núna 2 á móti 4 og hérna er Kutter að fara sér á Skyline. Kutter nær honum, Mercury aðeins 8 HP eftir og hann fellur fyrir Kutter. Kíkið þá á skórið. Sjáum Kutter, Palla, Bonda og Jojo, þeir eru allir mjög ólega í sínu liði. Pixar og Fearless er þarna svolítið fyrir neðan. Þrjú round. Alli, tekin af Fearless. Var þarna heldur lengi út af miðinni eftir að hann spottaði hann og Skeifinn kemur hann út lobbyið og nær hann einum, svarar 4-4. Hvað ætlar að gera? Þeir eru reynda 4 á miðinni, gýr sig upp að keyra hérna út miðjuna og það er Cerebus tilbúin að taka mótið þeim en hann fellur og núna þarf Skeifinn að hlaupa aftur inn og reyna að ná okkur mönnum. Árnum bombstandið er gjörsamlega fallið. Og hvað gera þeir? Ætlaðir að halda þessi? Nei, ætlaðir að reyna þetta. Ég held þeir ætlaðir að reyna þetta. Pixar fellur. 3 á móti 3. Þeir eiga 1 plass. Mercury kemur inn á, hann fellur, Kutter ykkur Skyline. En þeir falla hérna allir og það var staðan 14-9 og Blað þurfa að forsa eða íkoa. Það er pæling hvort þeir vilja spila upp á jafnteflið eða hvort þeir vilja reyna að vinna. Nei, gera það ekki. Þannig að þetta er roundið sem MTA þurfa að vinna. Ef MTA vinna þetta round og þá er þeir búin að vinna þennan leik. Sjáum að það eru 3 haglabissur og þeir eru að fara hérna longið. Fearless nær hann á Mercury og Skyline einnig. Þá eru þeir eftir 4 á móti 3 og þetta er erfitt. Alli fylgir sig þann inn á. Jojo hnífar Cerebus. Og þá er það match point núna. Staðan 15-9 og MTA þurfa aðeins 1 round. Taka Skeifinn niður í 50.
Fínilega snær hann að Skyline og Fixer tekur að Mercury. Og Autodirektorinn er ekkert að sína mér þessi frögg. Hann er svo mikið drast. En Fixer er kominn inn, fínilega snær Alli og þá er það eftir 2-1 á móti, núna 5. Og NCA er að fara í undanúrslit eftir að vinna 2-0. Nema Skeiðin galdrar fram, nei hann nær því ekki og NCA eru komnir í undanúrslit. Fyrstir manna. Eftir að hafa unnið Mirage mjög samfærandi. Og þetta líka mjög samfærandi. Þvílík spilamennsku í NCA. Hlakka til að sjá hvernig þeim gengur í þessu móti. En þeir spiluðu mjög vel. Og ég vil þakka öllum kærlega sem að komu og horfðu á strímið. Og ég kem til með að lýsa restinni af 8 úrslildunum. Og svo munum við sjást í Bíóparadís 15. nóvember þar sem að ég og Fixer höldum upp í stemmingu og úrslitin fara fram þarna á LAN-i og ég hvet alla CS spilara og áhugamenn að mæta þangað og taka með sér vini sína og hafa gaman. Við verðum þarna allan daginn í góðri stemmingu, en ég þakka bara kærlega fyrir mig og við sjáumst í næsta undanúrslitaleik sem að ég man ekki alveg hvernig er, en ég þakka bara kærlega fyrir mig. Takk.